eða góðan dag. Ég heiti Kidda Kind. Í þessu myndbandi ætla ég að tala tilfinningar. Það eru til margar mismunandi tilfinningar og þær eru allar mikilvægar og hjálpa okkur að skilja og tjá hvernig okkur líður. Að vera glaður. Við erum glöð þegar eitthvað gerist sem okkur langaði til eða eitthvað sem okkur finnst skemmtilegt. Við getum líka verið glöð þegar við erum að eyða tíma með fólki sem okkur þykir vænt eða kemur vel fram við okkur. Margir brosa þegar þeir eru glaðir. Ef við erum mjög glöð, hlæjum við stundum upphátt eða jafnvel hoppum af gleði. Að leika við vini okkar, borða uppáhaldsmatinn okkar, knúsa dýr, halda upp á afmæli, lesa skemmtilega sögu eða búa til leikrit allt eitthvað sem getur látið okkur vera glöð. Að vera leiður. Við getum orðið leið ef við missum eitthvað sem okkur þykir vænt Tínum bánsanum okkar eða þurfum að kveðja eitthvað sem við munum ekki sjá aftur fljótlega. Við getum líka verið leið ef við getum ekki gert eitthvað sem okkur langar. Þegar aðrir vilja ekki leika við okkur eða þegar við erum veik. Okkur líður ekki vel þegar við erum leið. Sumir gráta þegar þeir eru leiðir. Það getur verið gott að sýna hvernig manni líður svo aðrir geti hjálpa manni að líða betur. Að vera hræddur. Við finnum fyrir hræðslu eða ótta ef við höldum að eitthvað geti meitt okkur eða verið hættulegt. Hættan getur verið raunveruleg eða alvöru, en hún getur líka verið ímynduð eða eitthvað sem við höldum að sé að fara að gerast. Það getur verið hjálplegt að vera hræddur því að það passar að við förum varlega í hættulegum aðstæðum. Það eðlilegt að vera hræddur við hluti sem maður þekkir ekki. Ef maður væri að labba og myndi hitta ljón, væri eðlilegt að vera hræddur. Stundum maður hræddur við eitthvað sem ekki hættulegt og þá getur maður fengið aðstoð við að æfa sig og finna hugrekki til að komast yfir óttann. Að vera reiður. Ef okkur finnst aðrir vera ósanngjarnir, leiðilegir eða vondi við okkur, getum við orðið reið. Stundum verðum við reið ef við þurfum að hætta einhverju sem okkur finnst gaman. Reiði, eins og aðra tilfinningar, getur verið missterk eða mismikil. Stundum erum við bara smá reið eða pínu pirruð og svo getum við líka orðið rosa reið eða alveg öskuill. Að vera hissa. Ef eitthvað gerist sem við vissum ekki að myndi gerast eða kom okkur á óvart verðum við hissa. Við getum verið hissa ef að amma og afi koma að sækja okkur eitthvert ef við héldum að mamma og pabbi kæmu. Við getum verið hissa ef við sjáum hund gera eitthvað trikk sem við höfum aldrei séð áður. Við getum líka verið hissa þegar okkur tekst að gera eitthvað sem okkur hefur aldrei tekist að gera áður. Það eru til alls konar mismunandi tilfinningar. Við erum bara búin að fara yfir hluta af þeim. Stundum þegar manni finnst maður ekki hafa neitt að gera, fer manni að leiðast. Ef maður að fara að gera eitthvað sem mann hefur hlakkað til að gera lengi getur maður orðið spenntur. Bara wí. Ef okkur finnst eitthvað ógeðslegt, upplifir maður stundum viðbjóð. Til dæmis þegar maður finnur vonda lykt af skemmdum mat. Tilfinningar eru alls konar. Sumar tilfinningar finnst okkur erfitt að hafa, en þá er mikilvægt að muna að tilfinningar koma og tilfinningar fara. Þær koma í hálfgerðum öldum eða bylgjum, en þær vara ekki að eilífu. Þegar manni líður illa er gott að vita að mann mun ekki alltaf líða þannig. Stundum getur maður ímyndað sér að tilfinning sé eins og hóll eða fjall sem maður að fljúga yfir. Það getur verið erfitt á meðan tilfinningin að verða meiri og meiri, en svo léttir þegar maður komin efst upp á fjallið og maður fer aftur að lækka flugið. Þegar okkur líður ekki vel, getur verið gott að tala það við vin eða fjölskyldu. Sumum finnst gott að fá knús þegar þeim líður illa, knúsa hundinn sinn eða hlusta á skemmtilega tónlist. Stundum getur verið gott að gera eitthvað sem okkur finnst róandi og skemmtilegt, eins og að skoða bók eða lita mynd. Það getur verið gott að anda djúpt, jafnvel setjast í jógastellingu og gera öndunaræfingar. Ef við erum æst, reið eða pirruð og eigum erfitt með að róa okkur, getur verið gott að fá smá útrás.
sippa eða hlaupa hringi kringum húsið? Hvað finnst þér gott að gera þegar þér líður ekki nógu vel? Já, frábært. Það gott að hugsa leiðir sem geta hjálpað manni að líða betur ef manni líður ekki nógu vel. Og ef manni dettur ekkert í hug, þá getur maður að prófa að spyrja foreldra sína eða systkini eða einhverja aðra hugmyndir. Og því að það svo gott að svona vita sirka hvað maður getur gert ef manni líður ekki nógu vel. Jæja, þá erum við búin í bili. Takk fyrir og sjáumst seinna. Bless! Bye bye!